Komið sæl. Jóhannes Kári Kristinsson heiti ég og er augnlæknir í Augljósi. Í dag ætla ég að fjalla þurr augu. Það var í þessum fyrirlestri talað þetta algenga fyrirbrigði sem við köllum þurr augu. Gríðarlega algengt og margir kannast við, en margir eru líka með þurr augu án þess að beinlínis vita af því. Og við tölum hérna orsakirnar og við tölum meðferðina og greininguna auðvitað líka. Og við skulum aðeins byrja á því, hvað eru þessi tár? Ég tala gjarnan að tár er ekki bara tár. Tár er í raun tvenns konar tár. Við erum annars vegar með þykk tár og svo erum við með þunn tár. Og ef við horfum að þessa tárakerfið þarna á þessari slæðu hérna, þá sjáum við þarna tárakirtilinn hann uppi sem merktur A, að hann býr til þunnu tárin sem við köllum líka grátár. Síðan sjáum við táragangsopin merkt B og síðan reyndar G þarna í neðra augnlokinu. Þau taka við þessum tárum og tárin fara þarna niður í göng og niður í nef. Þarna merkt H eru síðan fitukirtlar sem búa til kallar því mjög svo fancy nafni meibómíukirtlar og búa til fitu sem er partur af tárunum. Síðan sem sagt eru hin tárin og við tölum aðeins seinna þessi þykkari tár, hvar þau eru búin til. Nú, hver eru einkenni þurra augna? Það fyrst og fremst grátur og það finnst fólki skrítið. Það kemur og segir, ég bara græti í roki, ég græti í köldu lofti. Þegar ég kem út í kalt loft og meira að segja þegar ég er að hlæja, þá fer ég að gráta. Og þetta er orðið svolítið skrítið og síðan skoða maður augun og þá kemst það því að þarna er augþurrkur á ferðinni. Og fólki finnst það skrítið að það sé að gráta út af augþurrki. Og að við séum að mæla með gervitárum þegar fólk er að gráta, en það kemur í ljós á eftir af hverju við gerum það. Nú, þetta er þurrkatilfinning síðan oft og hún er oft verst á morgnana. Það getur verið, fólk er sérstaklega næmt fyrir umhverfinu, það verður svona eins og rakamælar fyrir að tala að voðalega þurrt hérna í þessari flugvél eða verslunarmiðstöð eða Kringlunni eða bankanum eða eitthvað slíkt. Síðan er eitt sem maður má ekki gleymast líka, sjónin er oft óskýr. Fólk sér oft ekki vel þegar það er með þurr augu og getur oft orðið mjög mikil breyting á sjón. Síðan er erfitt að vera með snertilinsur þegar fólk er með þurr augu. En svo gefur náttúrulega skilja, af því að snertilinsuna fljóta náttúrulega á tárunum okkar. Nú, hverjar eru orsakir? Ef við aðeins horfum á samsetningu tárana, þá er eins og við tölum olían kemur frá fitukirtlunum sem ég talaði áðan, þessum meibómíukirtlum, vatnið og svo er slím partur í tárunum. Og það geta verið ýmsar orsakir, það getur verið umhverfið, það getur verið uppgufun og það geta bara verið að augun séu bara þessi minnku táraframleiðsla og hvarmabólga sem ég fjallum í öðrum fyrirlestri getur komið þarna inn í líka. Og þarna sést að þetta er töluvert flókið og það er alls ekki að læra allt þetta sem við sjáum hér á þessari slæðu. En það er aðalega þessi vatnsþurrð og uppgufun og hérna sem er að valda augnþurrki. Og margir þekkja gigtarsjúkdóminn Sjögren syndróm sem er gigtarsjúkdómur sem einkennist af augþurrki og reyndar munnþurrki líka. En það eru kirtlarnir oft mjög svona samtvinnaðir, munnvatnskirtlarnir og tárakirtlarnir. Nú aðeins að fjalla þessa vatnshluta, slímtárin, eða það er að segja þykkutárin, hvar þau eru búin til. Við sjáum að þetta er svona mismunandi, svona versmiðumerki. Við sjáum að á auganu sjálfu og undir augnlokunum eru versmiðurnar sem búa til þykkutárin. Þetta eru litlir kirtlar út allt. Og síðan er hérna stóri kirtillinn sem við sáum áðan býr til þessi vatnskenndu tár. Og það er alltaf nóg til á þeim. Þess vegna grætur fólk þegar það vantar þessi slímkenndu tár, þá kemur erting og þá fara grátárin í gang. Þess vegna grætur fólk þegar það fer út í rok eða út í kulda eða eitthvað slíkt.
Það sem að þarf að líka sérstaklega að taka fram að það sem orsök fyrir þessu eru lyfin. Það gleymist oft að lyfin sem við tökum, það eru ofnæmislyf, það eru verkjalyf, þunglyndislyf, krabbameinslyf, betablokkar sem eru háþrýstingslyf og þvagræsilyf og það má ekki gleyma magalyfinu sem mjög algeng hér að fólk sé að nota svona bakflæðislyf eins og omeprazol eða eitthvað slíkt. Og þessi lyf valda oft augnþurrki, mjög oft og enda þegar maður horfir á þessi lyf þá hefur orðið sprenging í notkun flestra þessara lyfja á undanförnum áratugum, þannig að það ekki skrítið þótt að tíðni augnþurrks hafi vaxið mjög mikið á undanförnum árum. Nú, hvernig lítur þetta síðan út? Við skoðum þetta með sérstöku litarefni og þarna sér maður að það bara frekar lítið á tárum í augunum, við köllum að tára hálfmána og það verður að koma þurrkablettir á hornhimnuna og við köllum það brottíma þegar tíminn sem að verður kemur brot á tárafilmuna sem þá fitan sem þá fljótandi ofan á tárunum. Síðan þetta ákveðin, þetta bara eiginlega svona þerripappi sem settur á augnlokið og við sjáum hversu mikil táraframleiðslan og við getum, þetta haft í nokkra mínútur í auganu og við mælum oft táraframleiðslan á þennan hátt. Kannski aðeins áður en við förum yfir í meðferðina að það langar mér rétt til þess að bæta við að við erum í þurrka heimi oft á tíðum. Við erum með tölvuna, borðtölvan með viftur, nú líka fartölvan, oft eiginlega svona þurrka hjúpur í kringum okkur þar sem við sitjum við þessi apparat, náttúrulega daginn út og daginn inn, sem hver okkar. Og þess vegna líka, það ein af ástæðunum þess að þetta svo gríðarlega algengt að vera með augnþurrk nú á dögum. Meðferðin, við byrjum alltaf á gervitárum. Gervitári eru ekki saltvatn eins og margir halda. Það er nefnilega alls ekki saltvatn, heldur þetta svona frekar eins og smurolía. Ég kalli þetta stundum að smella smurolíu í augun. Gervitár geta bæði verið í dropaformi og síðan í svona hlaupformi og þá það bara þykkari smurolía og síðan þetta sett í augun kannski einu sinni, tvisvar, þrisvar á dag og þetta oft nóg og fólki líður betur, það sér betur og getur oft verið nóg í þurrum augum. Síðan hefur tæknin náttúrulega haldið innri sína í þessu eins og öðru og við notum stundum tappa, sílíkontappa til þess að setja hann í táragöngin, bæði hérna uppi og niðri og þetta bara eins og að loka pípulögn. Að þá komast tárin ekki niður og haldast betur í augunum og þetta oft gríðarlega árangursríkt til þess að auka táramagnið í augunum og fólki líður það betur og sér betur líka. Þessi sjúkdómur oft gríðarlega vanmeðhöndlaður og ég hef það stundum tilfinninguna að Íslendingar eigi erfitt með að fara til svona viðurkenna þetta fyrir sjálfum sér og fá gervitár. Vegna þess að fólk kemur oft til okkar, þá búið að þjást í mörg ár jafnvel og líður bara svo miklu betur ef það meðhöndlar augun og þetta þarf að greina og meðhöndla rétt og það stundum spurt hver eru bestu gervitárin og það ekki hægt að segja hvert er besta gervitárið. Fólk þarf bara svona svolítið að finna það út en það rótvarnarefnalaus gervitár eru bestu gervitárin og ég mæli hiklaust með þeim. Og síðan gervitárarhlaupið, það mjög góður kostur fyrir svefn því að gervitárarhlaupið, þessi þykka smurolía, hún minnkar oft sjónina eftir að maður er búinn að setja hlaupið í, að þá sjónin svolítið syndandi, þess vegna alveg upplagt að setja það í augun fyrir svefnin. Þá þetta komið í dag, takk.